Hingað kominn Gunnlaugur Jónsson, framkvæmdastjóri og frjálshyggjumaður, þekktur sem frjálshyggjumaður, og við ætlum nú að spjalla svolítið aðallega banka og fjármálastofnanir og ég held að þú ættir bara að reyna að sýna mig fram á það að það sé ekki frjálshyggju að kenna þetta hrun sem hefur orðið í bankakerfi heimsins, heldur séu þar aðrir þættir mikilvægir eins og bara það sem að mætti kalla pilsfaldakapítalisma. Já, einmitt. Það sem búið að vera að gerast í heiminum á síðustu árum og í mjög langan tíma að það hefur mjög stór bóla myndast í eignaverði. Ekki bara á Íslandi, heldur í Bandaríkjunum, í Evrópu, Bretlandi, Lettlandi. Þeir Íslendingar sem eiga til dæmis sumarhús á Spáni vita það eru vandamál eins og hér. Og þessi bóla hefur verið mjög erfið viðfangs, hún hefur ekki verið jafn góð og hún hefur vist vera. Fólk hefur þurft að skuldsetja sig mikið til þess að eignast húsnæði og það hefur verið erfitt að ákveða það, eins og þegar ég keypti mér hús fyrir nokkrum árum eða íbúð, að fasteignaverð var búið að hækka svo mikið og maður var í erfiðleikum með að ákveða hvort maður ætla að gera það sem skynsamt var, sem var að spara og bíða, en ég ákveða að gera það sem óskynsamt var, sem var að kaupa, en þetta hækkaði síðan í kjölfarið og það þýddi það, ég þurfti ekki að skuldsetja mig jafn mikið og ég hefði þurft að gera, hefði ég beðið. Þannig að bólur eru svo erfiðar vegna þess að þær gera það að verkum að það svo erfitt að taka ákvarðanir, skynsamar ákvarðanir nokkuð skapaðan hlut og þess vegna það fólk sem kannski skynsamt almennt, sem núna oft situr í súpunni, að það hefur því í raun og veru ekki að kenna. Og kannski margir geti sjálfum sér kennt að mörgu leyti, þá það ekki alltaf en þessar bólur sem eru út allan heim, þær myndast í skjóli ríkisábyrgðar á lánum vegna þess að bólurnar verða til fyrir lánsfjármagn. Það eru allir að taka lán til þess að kaupa meira og meira á öllum mörkuðum, fasteignir og hlutabréf og skuldabréf og fleira. Og ríkisábyrgðarnar knýja þetta áfram, búa til ódýrt fjármagn. Og það er til dæmis baktrygging seðlabanka út allan heim. Það seðlabankar starfa sem þrautavaralánveitendur beinlínis, en nokkuð sem að frjálshyggjumenn hafa gagnrýnt. Og það ýtir undir mjög óábyrga hegðun, af því að menn tala til dæmis í Bandaríkjunum áhættuvörn Greenspans, sem var seðlabankastjóri þar í 20 ár. Greenspan put, eins og það heitir á ensku. Og menn voru að segja það, ef við bara tökum lán og fjárfestum í húsnæði og hlutabréfum, og við lendum í einhverjum tímabundnum vandræðum, þá mun Greenspan beila okkur út með því að dæla peningum. Trúa því alltaf að ríkið hlaupi undir bagga og þannig að þeir í rauninni bera þeir ekki sérstaklega mikla ábyrgð sjálfur. Nákvæmlega. Þeir geta hagað sér óábyrgt. Nákvæmlega. Það búið að aðskilja frelsi og ábyrgð. Og á Íslandi þetta viðbótar ábyrgð sem kemur til, sem reyndar eiginlega í öllum öðrum löndum. Það það að markaðurinn trúði því einlæglega að íslenska ríkið myndi geta bakkað íslensku bankana upp ef að þörf krefði. Þannig að það var óbein ríkisábyrgð á þessu. Já. Og þeir í skjóli þess gátu þeir tekið gríðarlega mikið af lánum, vegna þess að ábyrgðin var tekin af þeim lánveitendum sem voru að lána bönkunum og hún var sett á íslenska ríkið. Þeim var alveg saman hvað bankarnir voru að gera og í skjóli slíkra hluta, slíkra ábyrgðar geta margir mjög slæmir hlutir grasserað. Og án þess að ég sé að dæma eitthvað fólk í einhverjum málum sem ekki búið að rannsaka, þá getur til dæmis spilling grasserað mjög mikið þegar ástandið svona. Eigum við að kíkja hérna á skýringamyndir sem þú komst með? Já. Við fáum fyrstu myndina. Hún ekki komin. Það mynd þarna af... hún komin á skerminn? Já, hún komin á skerminn. Hún komin? Já. Á þessari mynd sjáum við 2 banka. Og ég ætla sem sagt að útskýra það hvernig bankar sem að njóta ríkisábyrgðar taka mun meiri áhættu en aðrir bankar. Og þarna eru 2 bankar og báðir njóta ríkisábyrgðar. Og þeir ákveða að spila í rúllettu, taka bara beina áhættu í rúllettuspili og leggja allt á svartan. Og annar þeirra ákveður að taka mjög mikið að láni. Þeir eru báðir með 1 seðlabúnt þarna sem að þeir eiga sjálfir, græna seðlabúntið, en annar þeirra tekur 9 seðlabúntir viðbótar á láni. Enginn væri tilbúinn að lána bankanum náttúrulega ef hann væri að fara að spila í rúllettu með þetta, þess að lánveitandinn fær peningin ekki tilbaka ef að peningarnir tapast. Við sjáum svo á næstu mynd. Sjáum næstu mynd, já. Hvernig fer ef að bankarnir tapa. Þeir tapa sjálfir bara sínu
búnti. Þeir tapa báðir jafn miklu. Bæði sá sem tók litla áhættu og sá sem tók mikla áhættu. Þannig að hann ekki að taka meiri áhættu fyrir sjálfan sig, hann að taka meiri áhættu fyrir aðra. Það búið að aðskilja frelsi og ábyrgð í þessu tilviki. En svo sjáum við á þriðju myndinni, ef við fáum hana upp, að þar ávinningurinn og sá banki sem tók mikla áhættu, hann græddi mun meira fyrir sjálfan sig. Og hann var ekki að taka áhættu fyrir sjálfan sig, hann var að taka áhættu fyrir aðra. Þannig að þetta ástæðan fyrir því að íslenska bankakerfið gat orðið 12 sinnum landsframleiðsla og að ýmiss konar önnur áhætta var líka tekin í íslenska bankakerfinu. En þetta ekki eina ástæðan þessi íslenska ríkisábyrgð, heldur líka bara þessi almenna ríkisábyrgð í heiminum og þessi ódýru peningar sem hafa flóið hér út allt. Allt af völdum ríkisins og frjálshyggjumenn hafa varað við í 100 ár og verið á móti þessu kerfi allan tíman. En nú þetta kerfi sem að menn virðast ætla menn reyna að lappa upp á þetta kerfi, bjarga þessu kerfi. Menn betra að láta það bara hrynja til grunna og láta bankana verða gjaldþrota og bara kveðja þetta í eitt skipti fyrir öll. Ég held að við ættum að kveðja þetta. Það að vísu held ég til einhver meðalvegur í því sem gengur út á það að menn láta þetta ekki allt hrynja en menn byggja upp nýtt kerfi sem ekki svona viðkvæmt. Menn byggja ekki upp þessar spilaborgir sem geta fókið ef þær gustar. Þannig að það hægt að komast út úr þessu með öðrum hætti en að láta alveg allt hrynja. En margir frjálshyggjumenn eru á þeirri skoðun að það ætti í raun og veru að gera það og vandamáli það kannski fyrst þegar bólur mynduðust. Þá voru þær ekki jafn alvarlegar og þær eru núna. En menn ákvað alltaf að lengja í hengingarólunni og telja mönnum betur trú að það væri alltaf hægt að treysta á ríkið. Og síðan heldur það alltaf áfram og menn taka meiri og meiri áhættu og fallið verður alltaf hærra og hærra ef bólan springur. Bólan verður alltaf stærri og stærri og peningaframleiðslan alltaf meira og meira í kerfinu. Því að það í rauninni eru það bankarnir sem framleiða peningana, ekki Seðlabankinn. Já, nákvæmlega. Að megninu til eru það bankarnir sjálfur. Eins og við sjáum síðan, ég með 2 myndir í viðbót til þess að sýna það eins. Já, þannig komin, Já. Ef að þú segjum 10 seðlabúnt eins og þessari mynd og þér dettur í huga að leggja peningin í banka, þá hefur þú trú á því að bankin geymi peningin einhvers staðar. Þú sér peningana á yfirliti. En í raunveruleikanum það að gerast að bankin lánar peningin út bakdyramegin til einhvers eins og alla útrásarvíking sem þarna á myndinni og á í rauninni ekki peningin. Peningurinn ekki til sem að þú heldur að þú eigir inn í bankanum. Og ef við kíkjum þá á næstu mynd, þar sérðu vinstra megin peningana sem þú ert með á yfirlitinu en raunveruleikin annar. Bankin þannig endurnýtir peningana aftur og aftur. Hann lánar það út, fær það aftur tilbaka og lánar út. Þannig að peningar sem eru á innistæðum geta verið til dæmis 10 sinnum meiri heldur en grunnpeningar sem eru til. Og þetta skapar alveg gríðarlega áhættu. Vegna þess að ef banki til dæmis sem svona ef að fólk vill taka innistæðuna sínar út, segjum meir en 10% innistæðueigenda, þá fellur bankinn og þetta raun og veru ástæðan fyrir því að megnið af bönkum heimsins gjaldþrota í raun og veru og allt byggist á einhverju fölsku trausti og menn tala alltaf að traust sé svo mikilvægt en minn punktur sá að það mjög mikilvægt að vantreysta bönkum vegna þess að ef þú vantreystir það á að vantreysta bönkum þess að ef þú vantreystir banka þá getur hann ekki höfða sér svona. Og við getum til dæmis tekið dæmi hennan Bernie Madoff sem var í Bandaríkjunum með bara hreint svindl. Þar sem að hann gat alltaf borgað fólki út peningana sína. Vegna þess að hann var að fá inn peninga einhvers staðar annars staðar. Þannig að hann gat alltaf borgað út peningana og svindlið gat haldið endalaust áfram svo lengi sem að fólk treysti honum. Og þú getur alveg sagt það, þú getur sett upp einhverja þrautavaralánveitendur fyrir hann og sett upp ríkisábyrgð og sagt að þú verður að tryggja stöðuleika og slíkt. En í raun og veru þetta sami hluturinn. Bankar heimsins eru hálfgert svindl. Sumir vilja kalla þetta fjárdrátt. Það kannski dálítið sterkt til orða til. En þetta náttúrulega líka það sem gerist þegar lokast fyrir lánin til íslensku bankana á sínum tíma. Já, nákvæmlega. Að sumu leyti bara strax á 2006 og svo 2007 þá hafa þeir ekki þetta og þá þurfa þeir að fara að framleiða peninga með öðrum hætti. Einmitt. Það sem að gerist árið 2006 það að fram að þeim tíma trúðu allir á þessa ríkisábyrgð. Síðan kom upp efasemdir, hagfræðingar bentu á það að íslenska ríkið, hvort sem það vill eða ekki, það getur ekki bakkað íslensku bankana upp ef illa fer. Og þá fóru íslensku bankarnir í það að sækja þessa innistæður í útlöndum.
frá í Bretlandi og Hollandi og Þýskalandi og víðar. Já, en sko, það er náttúrulega spurningin, sko, hvert fara menn úr þessu kerfi? Ég meina, einu sinni voru menn bara með gullfót og prýðningarnir voru tryggðir með gulli. Já. En svo höfum menn frá því kerfi. Er það kannski bara betra kerfi? Það er að mörguleyti mun betra kerfi. Gallinn er þessi í rauninni peningaprentunar heimild sem að bankakerfi er með, sem er hægt að nota til þess að búa til þessa rosalegu bólu. Og þú ert eiginlega sammála vinstri myndinni Zeitgeist sem er mjög svona Já, varðandi þetta reyndar sko það er pínlítið einkennileg mynd að öðru leyti en hún lýsir þessu kerfi mjög vel. Þetta er mjög hversu viðkvæmt það er. Þetta er í rauninni bara spilaborg sem að getur hrunið. Og hún reiðir sig á það að seðlabankastjórar heimsins séu einhverjir snillingar sem geti tímasett nákvæmlega hvenær þeir eigi að dæla peningum inn í kerfi til þess að bjarga bólunni og blása hana upp áfram og lengja í hengingarólinni. Og það er bara hæfileikar sem ég held að engin maður hefur. Þannig að við þurfum að breyta undirstöðu kerfisins og festa peningamagnið sem er og stöðva þessar endalausu lánveitingar og framleiðslu á nýjum peningum. En þannig að þá erum við með hagkerfi sem er miklu ekki af svona endalausu flegiferð eins og við höfum. Nei. Og þetta er náttúrulega búið að vera gerfi góðæri sem er búið að vera í gangi. Þetta er búið að vera blekking og þá fer líka ábyrgð og frelsi saman. En þú hafnar því sem sagt að þetta sé einhverju frjálshyggju að kenna? Já, ég geri það og mér finnst það mjög ósanngjarnt. Ég skila vel að fólki detti þetta í hug, vegna þess að það virðist vera sem að bankarnir hafi notið svo mikið frelsis, en þeir nutu bara frelsis á okkar kostnað, sem er ekki frjálshyggja. En frjálshyggjumenn hafa í 100 ár skrifað nákvæmlega þetta, varað við þessu, þeir hafa orðið undir og það hefur orðið ofan á einhvers konar svona blandað hagkerfi í fjármálum sem eru einkareknir bankar sem njóta ríkis ábyrgðar og þeir hafa verið á móti þessu allan tíman og varað við þessu og það er mjög ósanngjarnt þegar loksins það gerist sem þeir hafa varað við að segja að þeirra hugmyndafræði sé falli. Gunnlaugur, við getum víst ekki haft þetta lengra en þetta afar forvitnilegt. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk.